Velkomin í rafmagnsfræði 3 á fyrri spönn haustönn 2022. Hér höfum við kennsluáætlunina. Um, Hér erum við með lýsingu á áfanganum þar sem við lærum rafala og mótora og rafkerfi í skipum með alltaf 750 kW aðalvél og hér höfum við námsmatið. Við höfum 5 heimaverkefni og skýrslurnar og annað efni, ítarefni gilda á 10% sem skilað í lok spannarinnar. Við höfum 3 hlutapróf í áfanganum. Það fyrsta hlutaprófið rafala, annað hlutaprófið úr mótorakaflanum og þriðja hlutaprófið úr rafkerfum skipa. Og lykilmannsþátturinn í lokin úr öllum áfanganum, úr öllu efninu. Svo lykilmannsþáttur líka í hlutaprófi 2 mótorana. Og varðandi reiknivél þá mælum við með ákveðinni tegund hérna og að gera að hafa öll gögn með sér alltaf, bókina rafmagnsfræði 2 og en önnur gögn eru þá á innunni. Nú varðandi prófin og ef þið verðið veik þá að gera að skila þá inn vottorði til þess að komast þá í endurtöku ef að þið missið af einhverju prófi, sérstaklega ef það lykilmannsþáttur. En ef það einhver önnur ástæða fyrir forföllum þá endilega láta mig vita fyrirfram svo við getum fundið út úr því með hvenær við getum haft endurtöku á því prófi sem að tilheyrir þá einhverjum lykilmannsþætti. En varðandi verkefnaskil þá svona hefðbundin klausa það ef að dregst viku, ef að skilað innan viku frá skilafresti þá dregst 1 heild frá einkunn og 2 heild dregst frá ef að skilað innan 2 vikna og eftir 2 vikur þá lokast fyrir skil á verkefnum. Og þá það hvernig námsefnið að öðru leyti. Og þá förum við fyrst í svona undirstöðu atriði og upprifjun og í rafalana og þegar að það búið þá förum við í próf úr rafalunum. Við erum búin að taka fyrstu æfingarnar í rafalaverkefnunum og þegar að fyrsta prófinu lokið þá tökum við fyrir rafstreymismótorana og eftir það verður próf í rafstreymismótorunum í viku 38 og það lykilmannsþáttur og þá förum við í rafteikningar eða rafkerfi skipa og eftir það tökum við próf 3 úr rafdreifikerfum skipa og svo vinnum við ferilmöppuna sem að inniheldur þá verkefnin, mælingaverkefnin sem hafa verið gert og annað ítarefni. Förum í það nánar seinna. Og sem sagt þessi 3 próf, hvert gildir 18% og ferilmappan gildir 10% og lokamannsþátturinn þá próf úr öllu efni áfangans, það gildir 31%. Og þá hérna sem sagt kennslubókin rafmagnsfræði 2 og annað á innunni og það mjög æskilegt að vera með 1 prentað eintak af mælingaverkefni fyrir hvern tíma.
Hermi notum við, það er Multisim forritið og svo er að gera að hafa alltaf með sér gráðuboga og reiknivél þegar við gerum vektoramyndir og við reiknum heilmikið í hverjum tíma. Og öryggisbúnaður, það er ágætt að vita af því það eru allavega eyrnatappar hérna á staðnum, stofu 106 og en í verkefni sem sagt það reyndar heitir 3C núna að það er hérna krafist þess að þið séu í skóm með stáltá því að við hérna erum með þunga hluti þar á ferð og þá er mikilvægt að hafa hérna öryggisþættina í lagi og það er líka gott að huga að öryggisglerugum, hafa þau við hendina þegar við erum að hérna, vinna við rafmagn. Nú einnig að passa okkur vel, sýna varkárni og fara eftir fyrirmælum, kynna sér vel öryggiskröfur og sérstaklega það að slökkva og aftengja í töflu áður en við breytum einhverjum tengingum eða áður en við aftengjum allan búnað. Nú, þá skulum við byrja á þessum atriðum hérna varðandi hugtök sem við þurfum að hafa á hreinu. Span, riðspennu, sínusbylgju og svo framvegis og þá tökum við fyrir hugtök hérna. Og riðstraumur, hann streymir fram og tilbaka í straumrás og það er jákvæð spenna og straumurinn fer þá í aðra áttina og síðan verður neikvæð spenna og straumurinn fer þá í hina áttina og spanið getur myndast á 3 vegu. Í fyrsta lagi með því að hreyfa leiði í segulsviði eins og gerist í jafnstraumsrafala. Í öðru lagi að hreyfa segulsvið fram hjá leiðurum eins og þegar að pólhjólið snýst inn í riðstraumsrafala og spanar upp spennu í sátrinu í riðstraumsrafalanum. Og í þriðja lagi spanast spenna í breytilegu segulsviði og þá erum við að tala um spenna. Og við getum litið á hérna einn riðstraumsrafala sem er þá hérna með eina spólu og þegar við snúum honum heilan hring að þá myndast ein sveifla, getum kallað það eina sínusveiflu sem að myndast við það að snúa þessari spólu heilan hring. Og þetta förum við í betur í næsta áfanga en virkagildi riðspennunnar þá erum við að tala um P og raunafls eða raunaflstap er til dæmis hér segjum straumurinn í öðruveldi sinnum viðnám og við erum með hérna þessi 3 form á þessari aflformúlu en virkagildi, regla fyrir virkagildi riðspennu, það er jafnt því jafnspennugildi sem að gefur sömu varmaorku ef báðar spennurnar eru tengdar jafnstórum viðnámum. Og þetta er merkt þannig, það er stórt U að virkagildi riðspennunnar og stundum merkt sem sagt AC fyrir alternating current, riðspennan er merkt þannig. Nú við hérna skulum skoða hámarksgildi og það er eins og línan hérna efst uppi sýnir þetta er hámarksgildi, skoðum það betur hvernig við getum reiknað það út. Það er gert þannig að við margföldum virkagildið með rótina 2, þá fáum við U-max eins og er merkt hérna, UM. Þetta er max-gildi eða hámarksgildi með spennu hérna
og straums hér. Og hér sjáum við að spenna og straumur eru í fasa. Og samhengi milli virkagildis og hámarksgildis er að virkagildið er 70,7% af hámarksgildi sínuslagaðrar reiðspennu og þannig getum við reiknað út hérna. Og eins er talað hérna augnabliksgildið, hvernig getum við reiknað það út. Þá höfum við formúlu hérna. U er eitthvað augnablik á spennunni eftir einhver ákveðnar gráður hérna í sínusbylgjunni og þá notum við hámarksgildið og margföldum sinnum sínusinn af horninu. Til dæmis eftir 10 gráður þá er spennan orðin 56,4 volt í þessu augnabliki hérna. Frá 0-punktinum hérna, þegar við komum með 10 gráður hérna, þá er spennan þessi 56,4 volt. En það vill svo skemmtilega til að eftir 45 gráður að þá fáum við sömu spennu í því augnabliki og stærð virkagildisins er. Ef að stærðin er 230 volt, margfaldur sinnum rótin af tveimur, að þá við 45 gráður, það er svona sínus af 45 gráðum, þá fáum við augnabliksgildi 230 volt. Og við 90 gráðunar hérna, þá er spennan í hámarki, þá fáum við hérna 325 volt. Því að þá spennu fáum við þegar við margföldum 230 volta virkagildið sinnum rótin af tveimur. Og af því að sínus á 90 gráðum er 1. Og síðan ef við höfum stærri gráðufjölda heldur en 180 gráður, eins og hér, 250 gráður til dæmis hérna, að þá er spennan neikvæð. Og þá er hún mínus 305 volt og þá erum við komin hérna í þannig hluta hér, sem er fyrir neðan þessa línu, neðan 0 línuna. Þá erum við með mínus spennu. Ok, þannig getum við reiknað út augnabliksgildi við hverja gráðu. Og síðan förum við í flokkun rafvíla. Eftir að við lítum aðeins á 3 fasa rafmagn og skoðum aðeins 3 fasa rafmagn, þá erum við með það hérna í reiðstraumsrásunum. Þá er hérna verið að sýna hvernig við fáum 3 fasa reiðstraums rás með 3 vöfum í rafala, eins og þessi mynd hérna sýnir, 3 fasa reiðstraumur, og hérna eru 3 spólur í rafala og við snúum hérna rafsegli hérna í hring og spönum upp spennu í þessum 3 sáturvafsspólum. Og þá sjáum við hvernig spenna kemur út úr því og það kemur alltaf ný bylgja eftir hverjar 120 gráður. Það er 120 gráður á milli þessara sveifla. Við sjáum að fasi 1, hann byrjar hérna í 0-punktinum. 120 gráðum seinna byrjar fasi 2 að vera jákvæður og 120 gráðum eftir fasa 2 þá byrjar fasi 3 að stíga hérna frá 0 volta spennu og í gegnum hérna 0-punktin hér 120 gráðum frá síðasta fasa. Þannig að það er alltaf 120 gráður á milli
þess sem að spennan fer í gegnum núllpunktinn yfir á næsta fasa og líka á milli hámarkstoppana yfir max spennuna. Það er alltaf 120 gráður eins og eðlilegt er alltaf í þessu samhengi. Og þá sjáum við hér, er þetta sýnt með vektormynd, að það eru 120 gráður á milli fasaspennu 1 og fasaspennu 2 og hérna alls staðar á milli eru 120 gráður. Og hér skulum við skoða stjörnutenginguna. Hér er reglan sú að aðalspennan er fasaspenna sinnum rótin af 3. En fasastraumur og aðalstraumur er sami straumurinn. Þetta er þá sýnt hérna seinna. Reglan fyrir þessu, býtum nú við. Það er sýnt einhvers staðar hér. Já. Já, hérna er sem sagt að heildarspennan er fasaspennan sinnum rótin af 3, en straumurinn í stjörnutengingunni, heildarstraumurinn er sami straumur og fasastraumurinn. Og hér sjáum við þá tengibretti rafalans, alveg eins og tengibretti mótors. Það er merkt með UV og 2,5. U1 tengist inn á L1 og svo framvegis, VAF1 tengist inn á L2 og 2,5 tengist inn á L3. Og stjörnutengingin er bundin saman með U2, VAF2 og 2,5 tengingunum hérna. Og þá annar endi vafana tengdur saman. Þannig að við fáum þá fasaspennu frá 0 út í einn fasa. Einhvern af þessum fösum. Þá getum við mælt þá spennu til dæmis með spennumæli. Og fasaspennan er þá aðalspennan deilt með rótin af 3. Og svo sjáum við hérna samhengi með vektormynd milli aðalspennu og fasaspennu. Aðalspennu liggur á milli fasa 1 og fasa 2 hérna, eða sérst U og VAF fasa til dæmis. Og þetta er þá spenna sem að er heildarspennan, en getum reiknað út fasaspennuna með því að segja heildarspennan deilt með rótin af 3. Og þá sjáum við að það er 120 gráður hérna á milli spennana og þá sjáum við hérna aðra stærðir í vektormyndinni af hérna þessum hornum sem eru í 3 fasa myndinni hérna. Og hér er búið að leiða út sem sagt fasaspennuna og út frá þessari mynd og niðurstaðan er þessi að aðalspennan er rótin af 3 sinnum fasaspennan. Nú, þegar við tölum þríhyrningstenginguna, þá erum við með aðra reglu að heildarspennan er sama spenna og fasaspenna. Þess að spennan á milli L1 og L2 er sama spenna og milli U1 og U2. Aðalspenna og fasaspenna sama spennan í þríhyrningstengingu. En straumurinn hann skiptir sér. Að fasastrauminn getum við reiknað út með því að segja aðalstraumurinn deilt með rótina af 3. Og svo sjáum við hvernig tengibretti rafalans líkur út ef að hann er þríhyrningstengdur. Þá er skinnurnar hérna beint yfir þessar 3 og þá sjáum við hvernig þríhyrningstengingin er hérna með þessum 3 vöfum rafalans. Og hér er þetta sýnt að heildarspennan er sama sem fasaspennan, en straumurinn, við sjáum að hér er sýnt hér að heildarstraumurinn er
fasastraumurinn sinnum rótina 3. Þannig að hér sýndur heildarstraumurinn og svo fasastraumurinn hérna að þeir skipta sér sem sagt, alveg eins og spennan skipti sér áður í stjörnutengingunni. Þá hérna í þríhyrningstengingunni, þá það straumurinn sem skiptir sér og getur sagt að heildarstraumurinn þá fasastraumurinn sinnum rótina 3. Og það þá sýnt og leitt út hérna út frá þessari vektoramynd að niðurstaðan þessi þá að heildarstraumurinn sama og rótina 3 sinnum fasastraumurinn. Ok, þá erum við búin að skoða þessar reglur hérna og við skulum aðeins líta á þryggjafasa formúluna. Þá höfum við hérna þegar við erum með þryggjafasa formúlu að þá lítur hún út svona að það rótin af 3 sinnum Ö sinnum I og reyndar sinnum kósinus Φ ef við erum með fasvik í þessu. Hérna, rótin af 3 sinnum Ö sinnum I sinnum kósinus Φ og þetta í vöttum, þetta einingin, vött. Og launablið þá rótin af 3 sinnum Ö sinnum I sinnum sínusinn á horninu og þá einingin volt ampere reaktív, lítið hérna. Sýndaraflið rótin af 3 sinnum Ö sinnum I og þetta volt ampere. Stærð rafala gefin upp í voltamperum. Og þá skulum við líta hérna á flokkun rafvíla næst og það hérna og rafvélarnar þær flokkast í reiðstraumsvélar og jafnstraumsvélar og hluti af rafvélum líka skrefmótorar og þeir fyrirfinnast í prenturum og í svona vélmennum eða þjörkum. Og reiðstraumsvélarnar skipta sér í samfasavélar og ósamfasavélar og svo spennubreytar, þeir tilheyra líka reiðstraumsvélum vegna þess að það myndast sem sagt span í breytilegu sögusviði þegar við erum með spennubreyta. En samfasavélarnar, þær skiptast í einfasa og þryggjafasa rafala annars vegar og hins vegar í þryggjafasa mótora sem samfasa mótorar. Og þeir ekki mjög algengir en það hægt að nota þryggjafasa samfasa mótora í að leiðrétta fasvik með því að yfirsegulmagna snúðinn eða sem sagt pólhjólið sem í þeim til þess að láta þá vinna eins og rýmdarálag og þá leiðréttum við fasvik þar þannig með því að láta þá senda launstraum sem að vinnur þá fyrir spanálag og leiðréttir þá fasvik í rásum. Þannig að rafalarnir sem í rafkerfinu þurfa ekki að framleiða eins mikinn launstraum. Nú, ósamfasa vélarnar, reiðstraumsvélarnar, það sem sagt sleiturhringjamótorar sem reyndar ennþá í gangi en þeim fer að fækka vegna þess að við notum þá meira hraðastýringar í staðinn og hinn flokkurinn skammhlaupsmótorar sem ennþá mjög algengir og þeir skiptast í einfasa skammhlaupsmótora og svo skuggapólsmótora og hluti af skammhlaupsmótorum sem sagt þá þryggjafasa skammhlaupsmótorar mjög algengir mótorar. Þessi þryggjafasa skammhlaupsmótorar svona lang algengustu mótorar sem í notkun. Nú, aðrar reiðstraumsvélar alstraumsmótorar, þeir geta bæði unnið á reiðstraum og jafnstraumi
Og það eru mótorar eins og til dæmis eru í borvélum eða í ryksugum eða hrærivélum. Það eru kallaðir Alströms-mótorar. Þeir eru skyldir raðarmótornum og hins vegar eru þeir stýrðir með reiðströms íhlutum og þess vegna er algengara að í dag að þeir eru látnir vinna við reiðström eins og stórar borvélar og slíkt. Og síðan hérna er náttúrulega mikil flóra sem þeir eru búin að læra í jafnstangvélum þá í gangi og svo eru eins og skrifmótorar sem ég nefndi áðan í þjörkum, vélmennum og í alls konar skrifvélum. Það sem við skoðum næst er þá hvernig að rafali er uppbyggður. Hér sjáum við hluta rafalans sem er pólhjólið annars vegar og sátrið hins vegar sem að situr fast í húsinu, það er kallað sátur og þá hérna leiðararnir, vöfin, þau eru hérna í sátrinu og eru höfð í svona hólfum sem eru kallaðar nótir í sáturjárninu og hérna er nafnið á því, nót hérna, sem er plássið fyrir setna spóluhliðina í rafalanum, í sáturinu. Og við sjáum hérna straumstefnuna á einum leiðara hérna í sáturinu þegar að pólhjólið snýst fram hjá leiðaranum þá myndast straumur hérna inn í þessum leiðara af því að norðurpóllinn hreyfist hérna fram hjá honum þá myndast segulkraftlínur, fara segulkraftlínur hérna upp á við, upp úr pólhjólinu og við snúum pólhjólinu hérna til hægri á ofanverðu að þá spannast upp straumur sem að fer inn í myndina hérna að ofanverðu og þetta er þá regla spanaða spennu sem við notum hægri hendina og ef við værum að hreyfa leiðarann fram hjá segulsviðinu að þá myndast straumur eins og vísifingurinn bendir á straumstefnuna en þumalfingurinn myndi vísa á hreyfingu leiðarans. En nú er leiðarinn kyrr en pólhjólið snýst sem sagt hreyfist fram hjá leiðaranum gagnstæða stefnu miðað við stefnu hérna þumalfingursins. Og þá hérna köllum við þessa hluti sem sagt pólskóinn hérna, pólkjarnan þar sem að leiðararnir eða spólurnar eru utanum á pólhjólinu og hérna er svo ásinn og ef við snúum þessum rafala heilan hring eða þessu pólhjóli heilan hring að þá myndast ein sveifla, ein sínusbylgja sem við köllum þá rafmagns, sem sagt 360 rafmagnsgráður. Og þá skulum við sjá hvernig að pólhjóli lítur út ef að við erum með fleiri pólpör heldur en bara eitt, þá erum við komin með 2 pólpör í þennan rafala hérna hægra megin og til þess að átta sig á stærðunum á milli þessara mismunandi rafala að þá er gott að hafa hérna þessa töflu til að átta sig á hvernig þetta breytist, þessar stærðir og hér höfum við sem sagt 2 pólpara rafala hérna hægra megin og
Ef að hann snýst einn snúning, einn hring, þá gefur hann okkur 720 rafmagnsgráður. En til þess að fá fram heila sveiflu, þá þurfum við bara að snúa honum í 180 vélrænar gráður. Og þá fáum við sem sagt heila sveiflu eða 360 rafmagnsgráður. Til þess að framleiða 50 rið með þessum rafala hérna sem er 4 póla eða 2 pól bara, að þá þurfum við að snúa honum 1500 snúninga á mínútu. Við sjáum hérna ef við vorum með 1 pólpar, eða bara 2 póla, norður og suður, að þá þurfum við að snúa honum 3000 snúninga til þess að framleiða 50 rið. Og þeir rafalar eru mjög algengir í gufuaflsvirkjunum, þar sem að hverflarnir þeir snúast mjög hratt, gufukverflarnir, og þeir snúast á 3000 snúninga til þess að framleiða 50 rið. En ljósavélar eru mjög algengt með 2 pólpörum og snúast þá á 1500 snúningum á mínútu. Í stofu 106 þar erum við með 6 póla rafala. Hann er með 3 pólpör og ef við snúum honum 1 snúning þá gefur hann okkur 1080 rafmagnsgráður. Og til þess að fá heila sveiflu eða 360 rafmagnsgráður þá þurfum við bara að snúa honum 120 vélrænar gráður. Til þess að framleiða 50 rið með honum þá snýst hann 1000 snúninga á mínútu. Og svona getum við haldið áfram með alltaf hæggengari og hæggengari rafala, og þá fjölgar pólunum og pólpörunum. Og þá snúast þeir hægar og hægar og en þið skulið æfa ykkur í því að reikna þarna á milli þessara stærða og átta ykkur á þessum stærðum. Og svo er eitt hugtak hérna sem kallað póldeiling, sem er í rauninni fjarlægð á milli póla, eins og til dæmis í rafala með 1 pólpar, þá er 180 gráður á milli norður og næsta suðurpóls. Og ef hann er með 4 póla eða 2 pólpör, að þá eru 90 gráður hérna á milli pólana, segulpólana á pólhjólinu. Það er kölluð póldeiling. Og svo koll af kolli breytist þessi tala eða gráðu fjöldin í póldeilingunni eftir því sem að pólunum fjölgar. Það minnkar sem sagt gráðutalan. Og þá skulum við snúa okkur að þessari mynd hérna sem er bara svona skilgreining á póldeilingu, sem er runni á fjarlægin í gráðum milli segulpóla eða spóluhliða í sátri. Og hérna er aftur mynd af 3-fasa spennu, og hérna er spenna sem sagt á fasa 1 milli U1 og U2 vafsins og VF1 og VF2 og sem er fasi 2 eða L2, og L3 myndi þá vera 2,1 til 2,2 vafið sem gefur okkur þá 3. fasan. Og það er svo 220 gráður alltaf á milli fasana í 3-fasa spennu. Þá skulum við aðeins líta á bara uppbygginguna á sátrinu. Svo við sjáum þessar nótir þar sem að eirvöfin liggja inni í sáturjárninu, og hins vegar förum við ekki í þessi vindingafræði fyrir en í síðasta áfanganum í rafmagnsfræðinni. Og lítum hérna á pólhjólið. Hérna þessi hluti hérna kallaður pólskór sem kemur næst sátrinu,
Og svo eru segulpólarnir, það er jafnstraumur sem fer þessar spólur hérna á pólhjólinu sem að liggja utan yfir pólkjarnan. Þá skulum við skoða hvernig í upphafi að við fáum eða hvernig segulmagnastraumurinn var tengdur inn á pólhjólið í rafölum og það er gert í gegnum kol- og sleiturengi. Sleituringir eru sem sagt svona eir- eða messinghringir sem að tengjast hérna inn á segulvafið. Þetta er jafnstraumur sem fer hérna með þetta og kolin tengja þetta síðan við straumurás frá annaðhvort jafnstraumsrafala eða týristóra stýringu sem gefur okkur jafnstrauminn, sem sagt segulmagnastrauminn inn á pólhjólið. Og svo snýst sátrið hérna svo snýst hérna pólhjólið innan í sátrinu, innan í rafalanum og spannar upp spennu í sáturvögunum. Og hraðinn, samfasa snúningshraðinn á rafala er fundinn með þessari formúlu hérna. Það er tíðnin, F-tíðni, sinnum 60 sem er stöðull því að tíðnin er í sveiflum á sekundu en hraðinn er miðað við mínútur. Þess vegna þurfum við að margfalda með 60 hérna, sinnum tíðni, deilt með pólparafjöldanum, litla p. Og það er þetta ns, það er hérna dálkurinn hérna lengst til hægri. Það er samfasa snúningshraðinn. Og eða hraðinn á pólhjólinu til þess að framleiða hérna þessi 50 rið. Ef F-ið er hérna 50 rið, þá þurfum við að snúa rafalanum á þessum hraða eftir því hvað hann er með mörg pólpör. Og ef að í dæmunum eru gefnir pólar en við erum að nota þessa formúlu hérna, þá erum við endilega mun eftir því að deila með 2 í pólafjöldan til þess að fá út pólpörin fyrst. Ég notum pólpörin hérna til þess að deila í 3000 snúningana. Þá skulum við skoða hérna hvað þetta þýðir allt saman hérna, að NS stendur fyrir snúningshraða pólhjólsins í snúningum á mínútu eða NS er samfasa snúningshraði. F-ið er tíðnin í sveiflum á sekundu og litla p er pólparafjöldinn. Og spanaða fasaspennan er fundin með þessari formúlu hérna að það er þessi stöðull hérna 4,44 sem er fundin út frá þessu hérna 1 deilt með rótina af 2 sinnum 2 sinnum pi og svo er það tíðnin sem hefur áhrif á spanaða fasaspennu og svo markvöldum við með hámars sem sagt segulkraftlínu straumnum, hámarksgildi segulkraftlínu straumsins og síðan markvöldum við með vindingafjölda spólana í sátrinu. Svo að það er aðalatriði sem hefur áhrif á spanaða spennu í rafalanum er sem sagt segulmagnið eða sem sagt hámarksgildi segulkraftinu straumsins. Það er sem sagt phi max hérna. Þetta hefur mest áhrif á spanaða spennu. Þetta hefur líka snúningshraðinn áhrif á þetta. Við sjáum það að tíðnin hún hefur áhrif líka hérna inn í þessari formúlu á fasaspennuna. Og hérna er þetta listað upp að EF er spanaða fasaspennan í voltum, F-ið er tíðnin í riðum og phi max er hámarksgildi segulkraftinu straumsins í Weber og stóra N er vindingafjöldi spólana í sátrinu. Nú skulum við líta á sáturspyrnuna í riðstöðvarrafala. Já, það fer eftir hvað álag er á rafalanum,
hversu mikinn segulmagnastraum við þurfum til þess að halda uppi réttri spennu út á rafalanum. Hérna myndin lengst til vinstri sýnir okkur ástand á sátuspyrnu þegar við erum með hreint raunálag. Það aðeins meira mótseglandi heldur en hitt og þess vegna þurfum við aðeins að auka við segulmagnastrauminn þegar við erum með raunálag á rafalanum til þess að halda út réttri spennu út á rafalanum. En hins vegar ef við erum með spanálag eða marga mótora í gangi, þá erum við með fasvik þar sem að við erum með straum á eftir spennu og þá það þannig að í augnablikinu þegar við erum með pólhjólið á þessum stað hér, þá vinnur segulsviðið í sátrinu á móti segulsviði pólhjólsins. Og þess vegna þurfum við að fá meiri segulmagnastraum inn á pólhjólið til þess að yfirvinna þessi áhrif frá sátrinu sem við kallum sáturspyrna og þegar við erum komin með ennþá meiri segulmagnastraum þá erum við búin aftur að ná upp réttri spennu út af rafalanum til þess að upphefja þessi áhrif, þessi segulsviðs áhrif frá sátrinu sem við kallum sáturspyrna. Og hins vegar, ef við erum ekki með mikið af mótorum, heldur mikið af þéttum eða rýmdarálagi, að þá vinnur það þegar öfugt, þá vinnur það með seglun pólhjólsins. Þannig að þá þyrftum við að draga úr segulmagnastraumnum inn á pólhjólið til þess að það komi rétt spenna út á rafalann. Það verði ekki of há. Vegna þess að þetta segulsvið frá sátrinu það leggst við segulkraftinu pólhjólsins, þegar rýmdarálag. Og þá sjáum við segulmagnastrauminn sýndan hérna að það þarf að auka hann ef við erum með spanálag og hins vegar, já og síðan ef að cos-phi 1, við erum aðeins að auka segulmagnastrauminn þá líka. En ef við erum með rýmdarálag þá þurfum við að draga úr segulmagnastraumnum. EM hérna segulmagnastraumurinn. Við þurfum að draga úr segulmagnastraumnum ef við erum með rýmdarálag. Þetta sem að álagsstraumurinn eykst. Minni segulmagnastraum þurfum við að hafa því að áhrifin frá sátrinu styrkir segulmögnunina í rafalanum og til þess að halda réttri spennu út þá þurfum við að minnka segulmagnastrauminn við rýmdarálag, en ef við erum með spanálag þá þurfum við að auka segulmagnastrauminn til að halda réttri spennu út á rafalanum. Já, aðeins varðandi afltap og nýtni, að hér erum við með einfasa raunaflsformúlu, spenna sinnum straumur sinnum raunaflsstuðullinn, cos-phi, og ef við erum með þriggja-fasa rafalag þá það rót hennar 3 sinnum Ö sinnum E sinnum kosinus phi. Og ásteyðinbluð afkastageta rafala gefin upp í sýndarafli. Það vegna þess að við getum verið að fullesta rafalan straumlega séð áður en við fullestum rafalan samkvæmt raunaflinu ef það mikið fasvik. Og þess vegna rafalinn gefin upp með sýndarafl. Og við getum skoðað það með þessu dæmi hérna að þá tekið dæmi ef að álagið raunálag, hreint raunálag annars vegar, þá cos-phi 1. Hins vegar ef við erum með spanálag og cos-phi 0,5 þá aflframleiðslan miklu minni heldur en ef við erum með raunaflsstuðulinn 1 eins og hérna og ekkert fasvik. Við sjáum með sýndaraflsformúlunni og einangrum strauminn að við þurfum til að framleiða 10 kVA þá
þurfum við 15,19 ampere og ef við notum raunaflsformúluna hérna og þá getum við einfaldað þetta fyrir okkur þannig að við getum sagt þarna að þá erum við með sýndaraflið sinnum 1 hérna, að þá það 10 kW sem að við getum framleitt ef það ekkert farsvik. Og þá getum við reiknað hvað straumurinn þá? Jú, ef að cos-phi 1, þá straumurinn 15,19 ampere og við framleiðum 10 kW. Þetta þegar það ekkert farsvik. En ef að raunaflsstöðullinn 0,5, það mjög mikið farsvik, að þá framleiðum við bara 5 kW. En skoðum hvaða straumálag á rafalan þá. Jú, segjum hérna það 5 kW hérna og við deilum með rótana 3, spennunni 388 og cos-phi raunaflsstöðullunum sem 0,5 og þá sjáum við útgáman það sami straumur en þannig að hann orðinn full lestaður straumlega séð 15,19 ampere hérna ef að aflstöðullinn 0,5, við erum með mikið farsvik, að þá erum við búin að full lesta rafalan straumlega séð löngu áður en að við erum komin upp í 10 kW. Við erum bara með 5 kW hérna vegna þess að raunaflsstöðullinn 0,5. Þannig að rafalinn, hann full lestaður straumlega séð í bæði skiptin. Bæði þegar við erum með hreint raunálag og þegar að raunaflsstöðullinn 0,5 eða sem sagt mikið farsvik. Nú, töp í rafala skiptast í núningstöp, járntöp og eirtöp og járntöpin skiptast í segultregðu og hvirfilstraumstöp og þau háð tíðni spennunnar og þá þar með snúningshraðanum. En þau breytast ekki með álaginu. Eirtöpin eru straumhitatöp í spólum eða vöfum vélarinnar. Þau breytast með álagsstraumnum í öðru veldi. Hérna þá aflið eða sem sagt eirtöpin, hérna P, þá straumurinn í öðru sinnum R í til dæmis vindingunum. Og þetta alveg rakin prófspurning hvernig hérna breytast eirtöpin með auknum straum í reiðstraumsvélum eða í vélum almennt, að þau breytast með álagsstraumnum í öðru veldi. Nú, nýtnin getur verið upp til 87% í litlum vélum upp í 98% í stórum vélum. Hér nýtniformúlan. Nýtni P út, aflið út, deilt með aflinu inn. Og orkan sem tapast breytist í varma sem að hluta til flyst burt með kæli lofti eða kæli vatni og hluta til gegnum hluta vélarinnar með varmaflutningi. En hinn, hann má ekki vera svo mikill að einangrunarefni í vögunum skemmist. Og við förum nánar í hitaflokka rafvéla í mótorakaflanum, kafla 19. Tengingar á reiðstraumsrafala af eldri gerðum svona að við getum verið með jafnstraumsrafala hérna sem kallað segulmögnunarvél, býr til segulmögnunarstraum fyrir rafalann. Sendum segulmögnunarstrauminn gegnum kol- og sleiturengi hérna inn á pólhjólið og pólhjólið spannar svo spennu og straum í sáturvögunum sem að tengjast svo við álag. Og önnur aðferð við að segulmagna rafala að nota hluta
að framleiddri spennu inn á spennustýringu og stjórna þá segulmagnastraumnum með týristóra stýringu inn á pólhjólið. Þannig að þá breytum við og stillum segulmagnastrauminn eftir þörfum, eftir hvað spenna út af rafalanum sem er tekið inn hérna raungildið inn á spennustýringuna og við fáum aflið til að búa til segulmagnastrauminn líka frá sáterinu, hluta af sáterinu. Og nú er meira farið að nota svo kallaða burstallausa rafala og þá lítur pólhjólið út svona og ás vélarinnar, hann er ekki með neinum sleiturhingjum sem sagt og tengist engin kolin á neina sleiturhingi hérna, heldur það aflið fyrir segulmagnuna yfirfærist með segulsviði yfir á segulmagna rafalan sem er þetta hjól hérna lengst til hægri á myndinni. Það er þetta hjól hérna. Hér er engir sleiturhringir, heldur bara hér er segulmagna rafali. Hann er þryggjafasa, sem sagt, 3 sett af vöfum, vindingum hérna og við framleiðum sem sagt þá þryggjafasa rafmagn hérna inn á afreiðisbrú með 6 díóðum og þá fáum við jafnstraum inn á vindinga pólhjólsins. Og sem sagt það er rafsegull, pólhjólið, risastór rafsegull og þá fáum við mismunandi sterka jafnstraum til þess að mynda mismunandi sterkt segulsvið. Það skiptist alltaf hérna á því að vera norðurpóll og suðurpóll og norðurpóll og suðurpóll hérna á þessu pólhjóli. Og svo hérna lengst til vinstri þá sjáum við bara kæli uftuna og tenging Marcon rafala er þannig að við erum með spennustýringu sem tengist frá hluta af sátrinu inn á milli L1 og L2 inn á spennustýringuna. Þetta er riðspenna frá sátrinu og þessa spennu notum við til þess að mæla spennuna út af rafalanum og að fá afl til að búa til segulmagnastraum inn á segulvöfin hérna sem er merkt nummer 1 hérna og þarna er hringur í rafalanum, í húsi rafalans með nokkrum spólum sem að skiptast á þennan hring í kringum segulmagna rafalan sem að snýst á ásnum sem er nummer 2 hérna. Og þá sjáum við þessi 3 vöf hérna í segulmagna rafalanum sem að tengjast inn á afreiðisbrú sem er merkt nummer 3. Hérna eru 6 díóður sem að afreiða þryggjafasa reiðstraum inn á vöfin í pólhjólinu, í aðal pólhjólinu. Og pólhjólið snýst svo inn í sátrinu eða spannar upp spennu í sátrinu því að það gefur frá sér segulsvið pólhjólið og þá hreyfir segul fram hjá leiðurum sem eru fastar í sátrinu, sem sagt sátuvindingar hérna og svo tengjum við það út á álagið til notanda gegnum varnarbúnað. Og hinn útfærslan af rafala er kölluð Stanford rafali en það sem að bætist við hann er sísegul rafali hérna við endan. Við sjáum að hérna vorum við bara með segulmagna rafala, engan sísegul rafala í Marcon rafalanum og hins vegar sem sagt þá fáum við með Stanford rafalanum sísegul rafala sem er merktur hérna með 6A og 6B. 6B er þá sátrið sísegul rafalans sem að gefur okkur sem sagt afl inn á spennustýringuna sem er merkt nummer 7 og þaðan fáum við segulmagnastraum inn á 1 sem eru segul
vöfin hérna í hringnum í húsi rafalans en það fyrir utan segulmögnunar rafalan hérna sem að snýst á ási Stanford rafalans og þá er þetta alveg eins og í Marconi rafalanum þessu segulmögnunar rafali að hér fáum við þriggja-fasa rafmagn og frá sem sagt númer 2 sem er segulmögnunar rafalinn og það afriðast svo í númer 3 sem eru díóðubrúin, 6 díóður og fer inn á sem sagt segul rafsaglana sem sagt vöfin í pólhjólinu sem er númer 4 og þar sem sagt er komin jafnstraumur til þess að búa til segulsvið sem að skiptist á alltaf á milli hérna annars norðurpóll, svo kemur næst suðurpóll, norðurpóll og suðurpóll. Þannig að þá að snúa vafningarnir á þann hátt að við myndum alltaf gagnstæða póla hérna allan hringinn. Og þá hérna, það eru alveg sömu númer hérna á þessari mynd hérna og eins og hérna 1 hérna segulvafið, þá sjáum við það hérna þessari mynd hérna af rafkerfi Marconi rafalans, það er 1 hérna, þetta er segulvaf segulmögnunarvélarinnar sem er fast í húsinu, þessi rafseglar sem eru á hringnum í húsinu og 2, þetta er segulmögnunar rafalinn sjálfur, þriggja-fasa vafið hérna sem að spanast upp þriggja-fasa spenna í afriðast í númer 3 sjáum hérna afriðunin númer 3 og hann tengir svo með jafnstraumi inn á númer 4 sem er pólhjólið jafnstraumin fer svo inn á pólhjólið og pólhjólið snýst hérna inn í sátrinu og spanar upp spennu og straum til álagsins og hérna fáum við tilbaka raungildið á spennunni út af rafalanum sem við þurfum að mæla hérna inn á spennustýringuna. Svo getum við fylgst með spennunni út af rafalanum og aukið eða minnkað segulmagnastrauminn eftir þörfum til þess að fá rétta spennu út til álagsins. Og þá skoðum við aðeins hvernig alternatorinn lítur út. Að þar eru við með þriggja-fasa vöf og þau tengjast við sem sagt afriðilsbrú 6 díóður og hérna er jafnspenna sem kemur út úr því og jafnstraumur kemur inn á rafgeyminn og allt rafkerfi bílsins sem að við erum með annarkot bensín eða dísilvél og þá hérna er pólhjólið svolítið sérstakt. Það er ein stór spóla en til þess að skiptast á milli norðurpóls og suðurpóls að þá er póljárnið hérna, það er svona í tvennu lagi og þá getum við hugsað okkur hægri hliðin hérna við spóluna er þá kannski norðurpóllinn og vinstri hliðin á spólunni er suðurpóllinn. Þannig að það skiptist hérna alltaf norðurpóll, suðurpóll, allan hringinn. Þannig virkar pólhjólið í alternatornum. Og hér sjáum við þessi kol og sleiturhringi. Við sjáum að straumurinn kemur hérna inn á til að segulmagna alternatorinn. Og svo höfum við samferðslunarbúnað. Við förum aðeins yfir samferðsluna og af því að við tengjum í fyrstu æfingunni 1A 2 rafala saman, fösum þá saman og setjum álag á rafkerfið og jöfnum álagi á milli þeirra, bæði raunálagi og jöfnum straumana og þá erum við að jafna Q, semst launálaginu. En í grófum dráttum þá er þetta tengt svona upp
og við erum með 2 rafala sem að tengjast hérna safnteinum L1, L2 og L3 í gegnum þessa rafalarofa hérna Q1 og Q2 og mælabúnaðurinn sem við þurfum að vera með tíðnimælar hérna, 200 tíðnimælir og hérna 200 spennumælir og svo erum við með svona til þess að mæli til að sjá augnablikið þegar að við megum tengja eða fasa rafalana saman á réttu augnabliki. Þannig að þetta er samfösunar sjá hérna. Og svo höfum við samfösunar ljós til þess að sjá hvenær rétta augnablikið er að nálgast og eins getum við með þessum samfösunar ljósum tengt í dimmatengingu til þess að sjá hvort það er rétt fasaröð frá innkomandi rafala. En venjulega er þessi samfösunarljós tengd í ljósdimmatengingu til þess að átta okkur á því hvenær rétta augnablikið er að nálgast. Og þegar rétta augnablikið er komið og þessi 3 skilyrði eru uppfyllt, sem sagt, það sé sama tíðni, sama spenna og svo rétt augnablik, að þá fáum við hérna spennu á rafala 1 og rafala 2 sem að falla þá alveg inn í hvora aðra og þá þegar við tengjum aflrofa rafalans inn og festum það saman, þá ganga þeir alveg í takti saman. Áður við tengjum þá hérna, eru þeir að ganga með mismunandi spennumun á milli sín og þá sjáum við hérna að þá er ákveðið fasvik á milli þessara spenna og það þarf að tengja þetta innan við eitthvað ákveðið gráðufjölda hérna svo að samfösunin takist. En við förum ekki nánar út í það hérna. Hins vegar að hér er talið upp þessi 3 skilyrði að sama spenna sé á rafal á safnteinum í fyrsta lagi og síðan í öðru lagi að spennunar hafi sömu tíðni og þriðja lagi að velja rétt augnablik til þess að tengja rafalana saman eða rafala við net. Og þá skoðum við hérna dimmutengingu samfösunarljósana. Það er til þess að athuga hvort að fasaröðin er rétt. Ef það er blikkað í takt, þá er fasaröðin rétt. Það er líka önnur aðferð sem við getum notað. Það er að tengja lítinn mótor hérna fyrir ofan rafalarofan, athuga í hvaða snúningsátt hann fer. Aftengja hann þar og tengja sömu víra þá fyrir neðan rofan. Og ef að mótorinn fer í sömu snúningsátt, að þá er rétt fasaröð frá innkomandi rafala og þá megum við fasa saman. En ljósdimmatengingin, eða dimmljóstenging, hún er notuð til þess að alltaf í samfösunartöflum, því að það er auðveldara að sjá þar hvenær að rétta augnablikið fyrir að nálgast. Þá sjáum við þetta með ákveðinni hringhreyfingu á ljósunum. Það er að hægjast á heim þessari hreyfingu og þegar rétta augnablikið er þá er miðjuljósið alveg slökkt en jafnsterkt ljós á ljósunum hérna lengst til vinstri og hægri, H1 og H3. Og svo hérna förum við í framkvæmd samfösunar. Það er þannig að við höfum innkomandi rafala á örlítið hærri tíðni svo að hann komi inn sem framleiðandi en ekki sem notandi. Ef hann væri á of lítilli ferð að þá myndi bakhafsvörnin slá rafalarofanum út ef að bakhaflið er það mikið og varir í lengri tíma heldur en innstillt í bakhafsvörnina, kannski einhverja sekundur örfáar. Og það svolítið fer eftir stærð rafalans og rafkerfisins
hvað þetta er langur tími og hvað aflið er mikið, backupið er mikið, sem að verður þess valdandi að backupsvörnin virki og slái rafalarófunum út ef að hann kemur inn sem notandi. En þess vegna er alltaf þessi regla að láta innkomandi rafala vera aðeins hærri tíðni, þannig að hann taki strax þátt í að framleiða inn á netið þegar hann tengist því, en ekki sem notandi. Og síðan er raunálagi jafnað á milli rafala með því að auka ásaflið á þeim rafala sem framleiðir minna eða minnka á hinum og auka á þeim sem að framleiðir minna, minnka á hinum sem framleiðir meira, eða eru báðir bara handvirkir. En ef annar er sjálfvirkur þá slær hann sjálfur af og framleiðir minna ef við aukum handvirkt á einhverjum rafala sem að stillir handvirkt óskyldir hraða afbjárar. Gangráður, hann breytir sjálfkrafa afli ef hann skynjar breytingu á tíðninni eða snúningshraðanum. Og síðan jöfnum við launálagi á milli véla með því að stilla segulmögnunarstrauminn, eða við notum þá spennustilliviðnám til þess að breyta segulmögnunarstraumnum og sá sem að framleiðir minni straum, við förum á stillinguna þar og til að förum í þá átt að hækka spennu, þar með erum við að auka segulmögnunarstrauminn eða auka straumframleiðslu á þeim sem var með minni straum. Já, það var það sem að við ætlum að fara í gegnum í sambandi við rafalana. Og þá skulum við athuga hvað er næst. Þá ætlum ég aðeins að fara í gegnum myndirnar af búnaðinum og hér sjáum við rafal 1 og þar erum við með pólhjól sem að tengist við segulmögnunarvél, segulmögnunarrafala með því að tengja segulmögnunarstrauminn í gegnum kol- og sleiturhringi. Þessi tveir hringir hérna, þetta er svona messinghringir sem að tengja jafnstrauminn inn á pólhjólið og sem sagt segulmögnunarstrauminn. Og hérna hægra megin út á endanum ástengt er sem sagt jafnstraumsrafali sem að framleiðir segulmögnunarstrauminn fyrir rafalann. Þessi rafali, hann er 6 póla eða 3 pólpara. Nú, hér er önnur mynd af sleiturringjum við feedback setti sem sagt, rafalan þar. Hér erum við með 4 póla á pólhjóli, það eru 4 pólar hér, hann er bara 2 pólpara þessi rafali litli. En hérna sjáum við í kol hérna og kólahaldara og hérna er fjöður sem að heldur ákveðnum þrýstingi á kolið sem að þrýstist að hringnum, að sleiturhringnum. Og þannig tengjum við segulmögnunarstrauminn inn á pólhjólið. Og þá sjá hérna hin aðferðin við að segulmagna rafalann er að taka hluta af spennu, framleiddri spennu, hérna inn á spennustilli og þá tengjum við sérst hérna UVF og 2V frá rafalanum og núlið og það er hérna sérst sátrið tengist hérna inn á, en inn á sérst sleiturhringina gegnum kólinn tengist hérna plús og mínus sérst sem er tengingin fyrir segulmögnunarstrauminn inn á pólhjólið. Og þannig að hér er þá spennan út af rafalanum mæld og segulmögnunarstraumurinn er sendur hérna hæfilegur til þess að spennan sé rétt út af rafalanum. Og næst sjáum við svona uppsetningun á þessu, þá lengst til vinstri hérna er jafnstraumsmótor sem að knýr rafalann og þar vinstra megin myndum við sjá líka
spennugjafa sem við notum til að stjórna hraðanum eða á jafnströmsmótornum til að fá 1000 snúninga á þennan rafala því að hann er 3 pólpara og hérna er tengingin inn á pólhjólið gegnum kol- og sleiturhringi og hérna lengst til hægri sjáum við betur segulmögnunar rafalan, jafnströms rafalan og köllum þetta líka oft segulmögnunar vél. Og svo sjáum við hér hinn rafalan sem er kolbustalaus og sjáum hérna hringinn þar sem að við erum með segul rafseglana sem sagt eða segulvafið og þá sjáum við hérna 1, 2, 3, sjáum í 3 rafsegla hérna sem að er notar til þess að segulmagna rafalan sem við sjáum hérna fyrir innan á, sem er fastur á ásnum sem að snýst. Þannig er 3 fasa vöf og spanast upp þar þá 3 fasa spenna sem er afriðuð í díóðabrú og þá fáum við plús og mínus frá díóðabrúnni inn á pólhjólið. Nú hérna sjáum við spennureglinn í rafalanum. Hann fær inn á sig frá sátrinu bæði afl og raungildi af spennunni út af rafalanum og sendir þá hæfilegan segulmagnastraum inn á hérna rafseglana sem er í hringnum sem sagt á þessa rafsegla hér til þess að búa til segulsvið fyrir segulmagna rafalan sem að snýst hérna fyrir innan. Og þá sjáum við hérna aðeins í pólhjólið hér. Hérna eru segulvöfin í rafseglunum í hérna pólhjólinu. Sjáum ekki pólskóna þeir eru svo nálægt sátrinu og svo sjáum við aðeins í sátrið í rafalanum. Og hérna sjáum við svo tengibrettið á rafalanum og hann er tengdur hérna í stjörnutengingu og svo sjáum við hérna á merkiskiltinu á honum að við erum með 15 kVA rafala hérna og hámarksstraumurinn er 22,8 ampere og hann snýst hérna 1500 snúning á mínútu og hann er tengdur í stjörnu hérna og einangrunarflokkurinn hérna er F en við skoðum það seinna. Hér er spennustilli mótstaða til þess að stilla spennuna út af rafalanum og við sjáum þá spennuna líka á þessum mæli hérna. Það sem hægt er að fara á milli gilda bæði raunaflið sem við mælum þarna og spennu og straum sem við mælum með þessum mæli. Og nú sjáum við hérna, já, þetta er reiðstraumsrafali líka, eða reyndar alternator og hér sjáum við pólhjól í mismunandi rafalum. Hér höfum við eiginlega Marcon rafala á þessum tveimur efri myndum hérna. Síðan kemur standfótarrafali með sísegul rafala hérna, sem sagt PMG rotor, Permanent Magnet Generator, sísegul rafali og hérna höfum við þá sem sagt segulvafið fyrir segulmagnaða rafalan og þannig að já, við sjáum segulmagnaða rafalan, við sjáum hann þess að hérna, sjáum í hann hérna sjáum við að hér er þessi 3 fasa vöf akkurat í þessum segulmagnaða rafala en á hinum myndunum sjáum við þess hringinn með rafseglunum sem er hérna utanum í húsinu og það eru sem sagt
Já, það er þessi hérna, það er þessi hringur hér með rafseglunum hérna. 1, 2, 3, 4. Við sjáum hérna 4 rafsegla sem er segulvafið og þar sendum við inn segulmögnunarstrauminn. Og þetta er fast í húsinu þannig að hér er hérna engin kolbustar, það er bara yfirfært segulmagnið með eða til þess að búa til segulmögnunarstraum þá yfirfærum við bara segulsvið yfir á segulmögnunar rafalann. Engin bein tenging á rafmagni inn á snúðinn eins og var í gamla rafalann. Og þannig að Stamford rafalinn væri þá tengdur, væri þá útfærður svona með sísegul rafala hérna, stator sem sagt, þetta er sátur sísegul rafalans sem að tengist inn á spennustillinn og hann framleiðir straum sem að er segulmögnunarstraumur fyrir segulvafið hérna. Þannig getum við stjórnað spennunni út af rafalanum með því að mæla spennuna út af rafalanum og stjórna straumnum inn á þessi inn á þessa segulpóla. Ok, þá hérna sjáum við á næstu mynd hér hvað við getum gert ef að Marconi-rafali missir segulleifar og getur ekki byrjað að framleiða spennu. Og sem sagt ef að segulleifarnar hverfa úr pólhjólinu eða úr segulvafinu hérna, rafseglunum hér á þessum hring í húsi rafalans, að þá tengjum við hérna 9 volta rafhlöðu á milli X og XX sem að tengist þá inn á segulvafið hérna. Og þá fáum við straum í gegnum segulvafið og þá myndast segulsvið inn á segulmögnunar rafalann þannig að hann getur byrjað að framleiða spennu og þá fer hann í gang og þá aftengjum við bara batterið í burtu og þá er búin að koma spennuframleiðslu rafalans í gang. Og þetta gerist af og til hjá okkur. Og hérna sjáum við muninn á sem sagt pólhjóli í rafala sem er við gufuhverfil hérna hægra megin. Hann er bara með 1 pólpar, það er bara norðurpóll hérna ofanverðu og suðurpóll neðanverðu, getum við hugsað okkur. Og hins vegar á hæggengari rafala hérna vinstra megin, þar erum við með hérna segulpólana og hér eru hérna 2 pólpör og hann snýst þá á hægar eins og í til dæmis rafala sem það væri við ljósavél. Nú sama sjáum við hérna nema þetta pólhjól hérna hægra megin er úr rafala sem er við vatnsaflsvirkjun, dálítið stóra því að það eru dálítið margir pólar hérna á þessu pólhjóli og hann snýst tiltölulega hægt þessi rafali með hvað hann hefur rosalega marga rafsegla hérna. Og en sem sagt til að miða við rafala úr gufuaflsvirkjun að þá sjáum við hérna að það er bara 1 pólpar, bara norðurpóll og suðurpóll. Svo sjáum við hérna sleiturhringina, kallað á ensku slip rings. Þeir eru hér og sýndir og þá sjáum við hérna merkt túrbíndriven rótor og það er high speed sko og síðan low speed þar sem við erum með marga póla á pólhjólinu. Það sjáum við greinilegan mun á byggingu, þannig mismunandi rafala. Þá segjum við þetta gott og
í næstu upptöku þá fer ég í dæmi, tímadæmin.